Háttvirtir hlustendur. Ég ætla að lesa nokkra kaflur úr bókinni 14 ár í Kína eftir Ólaf Ólafsson kristniboða. Ólafur Ólafsson starfaði sin kristniboði í Kína ásamt norskri eiginkonu sinni, frú Herborg Ólafsson 14 ára tímabil á árunum 1921 til 1935. Tveir synir þeirra hjóna hafa einnig starfað að kristniboði í Eþíópíu. Jóhannes Ólafsson hefur starfað sin læknir en Haraldur Ólafsson sin kennari. Ólafur Ólafsson var fæddur 14. ágúst 1895 en hann andaðist 18. desember 1975. Hlustendur eru beðnir að hafa það hugfast að bók þessi skrifuð á árunum 1921 til 1935 og greinir því frá samtíma viðburðum, en þannig segir í formála bókarinnar. Þættirnir í þessu litla riti eru flesti teknur úr samritum af 65 umburðarbréfum sem höfundur skrifaði kristniboðsvinum á árunum 1921 til 1935. Ferðasagan frá hafi til hafs er skrifuð haustið 1929 við fórum til Kína öðru sinni eftir rúmlega 1 árs dvöl hér á landi. Annars ber frásögnin það með sér oftast nær að hún er samtíma lýsing á viðburðunum. Lesendurnir eru beðnir að fara mjög varlega í að draga almennar ályktanir Kína og Kínverja af þessari frásögn starf og starfsaðstæður aðalega í Tianjin, aðeins einni sýslu þessa stóra ríkis. Það sem málinu kann að vera ábóta vant, má ef til vill afsaka með því að ekki sé við betra búast hjá manni sem er búin að vera lengur að heiman en heima og hefur sjaldan talað íslensku í yfir 20 ár. Ég mun þá lesa fyrsta kafla bókarinnar frá hafi til hafs, ferð til Kína 1929. Yfirskrift kaflans farið og gjörið alla þjóðir að lærisveinum og sjá ég með yður. Löng ferðasaga hefur oft verið skrifuð skemmra ferðalag en það sem við nú höfum lagt upp í. En þess að gæta þeir menn sem eru gætir athyglis og frásagnagáfu geta vitanlega skrifa lengri og skemmtilegri ferðasögu eftir eina hringferð kringum Ísland heldur en ég og mínir líkar þó að við förum kringum hálfan hnöttin og alla leið til Kína. Við höfum áður átt í lána fagna að kanna 2 af vegunum 3 sem okkur standa opni frá Íslandi til Kína. Auðvitað sú leiðin skemmst sem við komum heim frá Kína 1928 með járnbraut yfir Síberíu og Rússland. En þá leið fer engin ótilneyddur oftar en einu sinn á ævinni. Sé farið sjóleiðina þá gildir einu hvort haldið í austur eða vestur átt. Það liðlega mánaðarsigling til Kína hvort sem farið til Ameríku og yfir Kyrrahaf eða til Englands yfir Miðjarðarhafið og eftir Súesskurðinum. Við lögðum að stað 12. september með járnbraut frá Ósló, konan mín, sonur okkar ársgamall, 3 kennslukonur og konu 2 kristniboða, önnur með 4 börn en hin með 5. Þær höfðu orðið eftir í Noregi sækir ófriðarhættunar árinu áður, þegar menn þeirra fóru til Kína. Ég ekki óvanur ferðalögum en ekki var laust við að nokkur uggur væri í mér, því fylgdi meiri vand en veggsemd að vera farastjóri á jafn löngu og erfiðu ferðalagi, þar sem að í fylgdaliðinu voru 6 konur og 10 ung börn en ég eini karlmaðurinn. Eftir fárra tíma ferð við komin til landamærana. Við kveðjum Noreg með söknuði, til þess finna allir sannir Íslandingar að ennþá Noregur móður okkar móður eins og Matthías orðar það. Meðan við sofum þýtur hraðlestin suður eftir sléttunum í Svíþjóð síðust. Klukkan 9 morgunin okkar vagni ekið borð í járnbrautaferjuna í Trelleborg. Við sátum því í sama vagni alla leið til Hamborgar. Ekki nema 4 tíma sigling yfir Eystrasalt frá Trelleborg til Sarsnitz í Þýskalandi. Seint kvöldu komum við til Hamborgar og lögðum svo af stað þaðan eftir stutta viðstöðu með næturlestinni skemmstu leið til Basel í Sviss. Í Basel fengum við ágætar viðtökur á trúboðsskóla Basel kristniboðsfélagsins. Það félag á langa og merkilega sögu og mjög öflugt. Okkur var sagt að kristniboðar þessi í Suður Kína
hefðu lengi undanfærið átt við örðuleika að etja vegna óerða og ofsókna. Þegar síðast fréttist höfðu 3 þeirra verið fullar 6 vikur í ræningjahöndum og þótti óvíst hvernig þeim myndi reiða af. Þennan sólarhring sem við stóðum við í Basil notum við eins vel og unnt var til þess að kynnast bænum og umhverfinu. Þar mikil náttúrufegurð eins og víðast hvar annar staðar í Sviss. Breið eru byggðarlögin kringum Basil og búsaldarleg, einkum furðaði okkur á því hve þar mikil ávaxtarækt. Sunnar í Alpafjöllum eru dalirnir þröngir, hrjóstruga hlíðar en geysilega háar fjallagnýpur gnæfa við heiðbláan himinin. Oft var mér á að hugsa heim til Íslands á ferðalaginu gegnum Sviss. Breytist veðráttana í Íslandi til batnaðar að mun, mundi ég ekki efast hvort landið ber af hinu. Heita má að á Íslandi sé ennþá óbyggt land. Flestar sveitir landsins muni ennþá vera með líkum svip og á landnámstímum. Svo strjálbýlið mikið en lítilrækt. Ekki skorti náttúrufegur á Íslandi en það mun gjörbreyta útliti byggðarlagana og gjöra þau stórkostlega miklu fegurri þegar búið að fara mýrar, móa og mela með pló og með áburð og fræ. Samt í Gotthard járnbrautinni ekki hægt að lýsa í stuttu máli, meðan hún vera einhverjum allra merkilegasta járnbraut í heimi. En breytilegt landslag og stórfengleg náttúrufegur gerir manni ferðalagi suður yfir Alpafjöllin ógleymanleg. Við fórum með hraðlest og skemmstu leið Zürich, Milano, yfir Pósléttuna frjósömu til Genúa. Þangaði ferðinni fyrst sinn heitið. Genúa aðalhafnabær Ítala. Þessar 2 nætur sem við vorum þar þótt okkur ekki næðisamar. Umferðin var svo mikil. 10.000 ferðamanna stíga þar árlega fæti sínum fyrst á landi í Ítalíu. Yndisleg veðrátta, náttúrufegurð og ótæmandi ríkdómur listasafna og fornra bygginga hefur fyrir löngu gjört Ítalíu að helsta ferðamannalandi heims. 17. september stigum við á skipsfjöl í Genúa og nú komin borð í þýskt skip sem flytur okkur alla leið til Kína. Þetta skip á Eimskipafélagi mikla Norddeutscher Lloyd Bremen og það búið öllum nýtísku þægindum og sérstaklega byggt til slíkra langferðalaga. Ef þið viljið nú hafa fyrir því að líta á landabréf Evrópu, munu þið sjá að við höfum tekið af okkur stóran krók. Fulla 12 sólarhringa var skipið á leiðinni suður fyrir Spán, Gíbraltarsundið til Genúa. Þangað hægt að komast með járnbraut alla leið frá Ósló á hálfum 3. sólarhring hvergi staði við. Hingað til hefur ferðalagi með skipinu sem heitir Trier gengið viðburðalaust. Á leiðinni suður með vesturströnd Ítalíu sáum við sjaldan land, en svo fórum við rétt fram hjá Stromboli og sáum gosið mjög greinilega. Landrými þar af skornum skammti. Furðaði okkur mikið á að sjá ofurlítið þorp við rætur fjallsins sunnanvert. 20 fjölskyldur kváðu vera þar búsettar. Í Messína sundinu sáum við auðvitað land á báðar hliðar og sáum bæinn svo vel að hægt hefði verið að telja húsin. Sundið afar mjótt og þar mikill straumur. Þegar komið nokkuð austur fyrir stóru tán á Mussolini, syðsta skaga meginlands Ítalíu, sér maður á hægri hönd Etnu á Sikiley, sem alsystur Heklu okkar Íslandinga. Seint í gærkvöldi sáum við ljósblik vitan á Krít. En á morgun, miðdegisleiti, við komin til Port Said. Á 11 sólarhringum hefur Trier farið við Miðjarðarhafið endilangt frá Gíbraltar til Port Said. Skipverjar sögðu mér að ákvæði væri til það samkvæmt Versalasamningunum að þýsk skip mætti ekki hafa annað farrými sem flestir langferðamenn ferðast þó með og heldur ekki sigla með svo miklum hraða að þau urðu samkeppnisfær. Svo voru þessi samningar óréttlátir. Við nálgunst land, fuglunum fjölgar, sjórinn breytir lit og mógulur á grynningunum.
Á bæði borð sjáum við ótölulegan fjölda af litlum skemmtiskútum með háum seglum, en framundan eyjum við Pálmavíði á lágri strandlengju. Dálítið bær hefur myndast við Miðjarðarhafsmynni Súesskurðarins og er kallaður Port Said. Okkur vannst tími til að stíga á land og þótti mikið til þess koma, þó ekki væri vegna annars en að geta stært sig af því að hafa verið í Afríku. Nokkri samferðamenn sem ætla sér til Gyðingalands eða Egyptalands kveðja okkur hér. Héðan er aðeins fárra tíma ferð til Jerúsalem með hraðlestinni frá Alexandríu og er eins auðfarið og á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur. Ætti við nú ekki að bregða okkur til Gyðingalands og halda svo áfram austur með næsta skipi sem kemur eftir mánuð. Óþarf er að segja að okkur hafi langað til þess. Alveg er nóg að hafa staðið við í Port Said 1 klukkutíma. Það er ekkert annað en nokkrar enskar verslanir og svo ótölulegur fjöldi austurlenskra mangara sem elt okkur á röndum. Annars hvað Port Said vera þekktust fyrir það að fjölmargir Evrópumenn skilja þar eftir öll helstu siðferðisboðorðin þegar þeir fara til Austurlanda, án þess þó að bærinn hafi hagnast nokkuð á því. Við mynni skurðarins stendur óvenjulega velgerð standmynd af Le Chips, franska verkfræðingnum sem mestan heiðurinn á skili fyrir að skurðurinn var gerður. Skurðurinn er eitthvað allra mesta og þarfasta mannvirki síðari tíma. Við stígum nú yfir þröskuldin á milli Austur- og Vesturlanda. Eiginlega finnst okkur ferðalagi byrja þá fyrst skipið sígur inn í Súesskurðinn. Skurðurinn liggur eftir láglendi alla leið suður í Rauðahaf og sumstaðar gegnum Stöðuvötn. Svo mjór er hann að skipið fer ekki einu sinni með hálfri ferð. Einkennilegt var að sjá járnbrautarlest þjóta fram hjá úlfaldalestunum á eystri bakka skurðarins. Annars er auðn á báða, bóa og naumast lífvænlegra en upp á Vatnajökli miðjum. Menn sem vinna við skurðinn hafa byggt sér hálmhreysi hér og hvar, öðru hvoru förum við fram hjá ferðamannahópum. Andlitin eru eirrauð, klæðin flakandi og fyrirferðamikill vefjarhöttur á höfðunu. Er það einkennilegt höfuðfat og óvið eigandi finnst manni þar sem hitar eru jafn miklir. Þar sem skurðurinn endar austur við Rauðahaf er allstór bær og ber sama heiti og skurðurinn. Hvergi hefi ég séð ömurlegra umhverfi kringum mannabústaði. Rauðahafið ber víst nafn með rentu, sumstaðar flýtur rauð rykskán ofan á vatninu, enda eru þar oft sandstormar. Þar var afskaplega heitt, jafnt nætur og daga, hvað svo vera allan ársins hring. Við höldum nú beint í austur yfir Indlandshaf, stórir hópar af litlum glitrandi flugfiskum flýjundan skipinu til beggja hliða. Farþegarnir halda til upp á þiljum allan liðlangan daginn, við skrifum bréf, röbbum saman, krotum leturmyndir og blöðum í þvældum kennslubókum í kínversku. Þó ekkert sé út á aðbúðina borð að setja, fer maður að verða óþreyjufullur og hálf skapstyrður eftir að hafa ferðast viðstöðulaust með sama skipi í fullan mánuð. Við erum farin að telja dagleiðirnar til næstu hafnar og hlökkum til að geta skroppið í land. Í Colombo og Ceylon þykir okkur mest varið í að hafa séð ávaxtamarkaðinn. Nokkra tíma viðstöðu nota maður annars ævinlega til að aka eitthvað í bifreið og líti í kringum sig. Næsti viðkomustaður er Belavaan, lítill hafnarbær á austurströnd Sumatra. Er það stórt land, hálent og skógivaxið og víða mikil náttúrufegurð. Þóttu okkur mikið koma til að sjá þar gróðurríki hitabeltisins, pálmaviðarskóga og bananatré. Á Sumatra eru fjölmargir Kínverjar, flestir frá Suður Kína og skilja lítið í mandarínmálinu. Skemmtilegt er að sigla suður Malakkasundið, minnir það mjög á lengstu firðinni í Noregi en er nokkuð mikið breiðara. Singapúr er síðsti viðkomustaðurinn á öllu þessu ferðalagi og er ekki nema hálft annað stig fyrir norðan Miðjarðarlínu. Við yfirgáfum nú skipið heilan dag og héldum til í skemmtigerði Botanic Gardens,
svo óvenjulega fagrum og miklum að naumast finnst annar eins í heimi, var það indæl tilbreyting. Ekki hefði ég búist við að hægt vera að ferðast fullan mánuð á opnu hafi án þess að einum einasta hér bil 300 farþegum yrði misdægurt. En svo vel hefur okkur gefið að við urðum vitni að því. Gerði það auðvitað sitt til þess að okkur finnst nú ótrúlegt að við höfum ferðast með þessu sama skipi 22.000 kílómetra. Nokkurn sjógang fengum við á leiðinni norður til Filippseyja. Filippseyjar skipta mörgum þúsundum en íbúar eru eitthvað yfir 10 milljónir. Þar hvað vera töluverð sjálfstæðishreyfing leita rétta síns á hendur Bandaríkjastjórninni. Kínverjar eru afar margir á Filippseyjum en auðvitað hafa Bandaríkin séð svo fyrir að fólksflutningum frá Kína haldi ekki áfram. Nú farið að rinkvast borð. Nokkrir farþegar stigu á land í Belavan og þeir sem ætluðu til Indlands yfirgáfu okkur í Colombo. En við sem eftir erum dreifumst bráðum í allar áttir, á Filippseyjum, í Kína og Japan og hver veit hvert. Ekki alveg sársaukalaust að verða skiljast eftir góða viðkynningu þegar lítið útlit fyrir að maður hittist nokkur tíma aftur. Auðvitað kynntumst við kristinboðunum fyrst og fremst á ferðalaginu. Þeir eru nokkuð margir, bæði frá Svíþjóð, Þýskalandi, Sviss og Danmörku. Á hverjum degi höfum við haft sameiginlegar guðræknistundir. Á 5. dögum voru haldnir fyrirlestrar og þá einkanlegum það starfa kristinboði sem hver einstakur okkar var kunnugastur. Borð kenndi annars margra grasa. Fróðlegt að vera þar sem menn af mörgum þjóðflokkum eru samankomnir. Meðal annara eru hér nokkrir ungir, Indverjar, eru sumir þeirra skólagengnir og hafa frá mörg að segja snertir Indland, einkum stjórnmál og trúabrögð. Einn þessara ungu manna hvarf af skipinu nokkura áður en við komum til Hong Kong. Hafði hann varpað sér fyrir borð nóttina. Ég á nú aðeins eftir að segja ykkur hvernig gekk síðasta áfangan. Hann varð illdrjúgur. Hægt væri að ferðast kringum halvan hnöttin á skemmri tíma en fór hjá okkur í það að komast frá hafnabænum Shanghai til Changsha, stöðv okkar í mið-Kína. Fullan helming þessara vegalengdar fórum við þó á 4 dögum aðeins með ensku eimskipi upp eftir Yangtze-kiang til Hankou, hins mikla höfuðstaðar mið-Kína. En fullun mánuður fór í ferðalagi þaðan 700 kílómetra eftir Han-ánni sem þverá og fellur í Yangtze-kiang þar sem Hankou til Changsha. Yangtze-kiang lengsta fljótið í Asíu og eitt af lengstu fljótum heimsins. Frá því saga Kínaveldis hófst og fram á þennan dag hefur það verið lífæðin í samgöngum landsins. Það hefur upptök sín við rætur himinstoðana í Tíbet 2400 kílómetrum frá hafsósum og klífur landi frá austri til vesturs í 2 ekki mjög ójafna hluti. Stór eimskip komast nálega þriðjung þessara miklu vegalengdar upp eftir Yangtze-kiang. Á þeirri leið það 30 til 60 feta djúpt og víða breitt eins og fjörður. En þegar ofadregur þrengist farvegurinn og eru þá ýmis afarhá fjöll beggja megin eða hæðir með skógivöxnum hlíðum en fagurgrænir hrísgrjóna akrar í hvömmum og geirum. Fljótið rennur gegnum 6 héruð sem eru hvort sig eins og stór ríki eftir evrópískum mælikvarða. Veðrátt mjög hagstæð í þessum héruðum. Frjósemi þar mikil og það einkanlega hrísgrjón, te, ávextir, silki og baðmull sem þar ræktað. Á bökkum þessara miklu elvar standa 3 höfuðborgir Kínaveldis. Shanghai, það upp frá hafinu, aðal hafnaborgin og hún 5. mesta verslunarborg heimsins. Væri þar nægur markaður fyrir allar íslenskar afurðir. Nanking nokkur lengri inn í landi og það nú höfuðstaður landsins.
miðstöð mennta og stjórnarfarslegra framkvæmda. Han Ká er geysimikil verslunar og iðnaðarbær, er það brennidepill viðskiptana í Mið-Kína. Að öllu þessi er skiljanlegt að stundum hafa Kínverjar kallað Yangtze-kiang gullfljótið. Þegar vatnavextir eru í Yangtze-kiang hellir hún úr sér í 2 allstór stöðuvötn sem hún er í tengslum við. Eru þessi vötn að smá fyllast af framburðinum, ofvöxtur hleypur í fljótið í miklum rigningum, svo að það flæðir yfir alla bakka og veldur stóru tjóni. Á ýmsum fljótum í Kína eru afar miklar skipagöngur, því að þau eru skipgeng vel. Stór hafskip koma 6 dagleiður eftir Yangtze-kiang, en minni skip og bátar hálfu meiri vegalengd. Gömlu seglskúturnar eru þar ekki alveg dottnar úr sögunni ennþá. Suma þeirra eru mikil skip og prýðilega byggð, ekki óáþekk skipunum sem Kólumbus lét sér sæma að leita vestur Indíum á. Ekki er hægt að skrifa svo fljót í Kína að stærsta fljótsins í landinu sé ekki minnsta nokkru. Eflaust rekur marga minni til þess að gula fljótið hefur oft valdið ógurlegu tjóni, svo að Kínverjar kalla það sorg Kína. Flóðgarðar hafa verið hlaðnir fram með fljótspökkunum beggja megin, alltaf 20 feta háir, en framburðurinn er mikill og á láglendinu er straumhraðin minni og sest á framburðurinn allur á botnin. Farvegurinn hækkar því jafnt og þétt og verður þannig með tímanum miklu hærri en flatlendið beggja megin fljótsins. En gula fljótið lætur ekki þröngva sér til þess að renna eilúlega eftir þessum upphækkuðu farvegum. Einhver tíma hljóta flóðgarðarnir að láta undan. Árið 1877 breytti fljótið skyndilegum rás, drukknuðu þá 1 milljón manna og 20 árum seinna gjöreyddust 1500 þorp af völdum þessa mikla flaums. Borgarastyrjöldin stóð sem hæðst og það leyti er við komum til Han Ká. Meginþungi hennar var allur í Húnan héraði, en þangað var förinni heitið. Tianxiao og sumir aðrir bæir í kristniboðs umdæmi okkar voru í hers höndum. Ómögulegt reyndist að ná sambandi við vin okkar þar og var nú úr vöndu að ráða. Það gat orðið bið á því að stríðinu líki, annars hefði verið sjálfsagt fyrir konur og börn að bíða úrslitana í Han Ká. Ræningja óerðir voru mikla fram með Han ánni eins og oft vill verða á stríðstímum. Við höfðum ekki efni á að standa lengi við í Han Ká og reyndar ekki eirð í okkur til þess heldur. Ákváðum við því að fela okkur Guði og halda ferðalaginu tafarlaust áfram. Leigðum við okkur nú 3 gömul fljótaskip, 5 ræðarar voru á hverju þeirra auk formanns. Þessum skipum er ýmist siglt, róið eða stjakað eða þau eru dregin. Langri festi, fléttaðri og margklofnum bambusreir er fest í mastustoppin, ræðarar ganga á land og draga skipið fram með árbakkanum dag eftir dag á móti stormi og straumi, en á næturnar er undir öllum kringustæðum haldið kyrru fyrir og ríður á að ná til góðra lendingastaða að kvöldi. Á óeirðatímum halda oft tugir skipahópinn svo að úr verður stór floti og eru þá leigðir vopnaði menn til að fylgja honum. Ekki veitti okkur af 3 skipum, við höfðum keypt meðul handa sjúkrahúsin í Lahu Kó og ýmsar nauðsynjar vörur fyrir félaga okkar á kristniboðsstöðvunum fyrir mörg þúsund krónur. Við vorum líka það mörg og þegar allar þessar vörur bættust við farangur okkar sem var all fyrirferða mikill, þá lá við sjálft að ekkert rúm yrði eftir borð fyrir farþegana sjálfa. Við gátum hýst 4 í litlu húsi miðskips, formaðurinn og fjölskylda hans búa í kompu aftast á skipinu, þar sem börn þeirra fæðast og alast upp, en ræðararnir hafast við á þiljum og breiða seglið yfir sig á næturnar. Við fengum nú enga fréttir af borgarastyrjöldinni eða neinu öðru sem gerðist í heiminum. Í 4 vikur samfleitt. Við vorum það lengi að sníglast upp eftir Han ánni. Á 8. degi vorum við komin til Xiaiyang,
sem miðja vegu milli Hang-Ká og Lahu-Kó. En þar var okkur sagt að engin leið væri að sigla lengra upp eftir fljótinu. 1000 ræningja hefðu þar gát á allri umferð. Höfðu þeir gerst uppveðslusamir mjög eftir að stríðið byrjaði og allir hermenn voru farnir til vígstöðvana. Var nú úr vönd að ráða. Ekki gat komið til mála að við snérum aftur, enda hefði það verið að flýja úr öskunni í eldinn. Skammt fyrir neðan Xiaiyang voru ræningjar beggja megin fljótsins. Nokkurinn tímum eftir að við höfðum yfirgefið síðasta viðkomustaðin fyrir neðan Xiaiyang, höfðu ræningja látið greipar sópa öll skip sem lágu þar og drepið 2 menn. Forseti Kínaveldis varð að bíða í 4 daga áður en hann kæmist ferða sinna til vígstöðvana í Húnan í október síðastlið ár, af því að 4000 ræningjar teftu allar samgöngur. Ekki var hjá því komist að við tefðumst í Xiaiyang. Við lágum þar kyrrt í 5 daga, var það óskemmtilegt bið, því eftir hverju var að bíða. Var nú farið að kólna í veðri og var því óvisslegra borð í bát Krílunu. Formennir hugguðu okkur með því að ekki þyrfti nema ofurlítið lag og smávegis tilkostnað til þess að hægt væri að komast allra sinna ferða á Han ánni. Þeir voru fæddir og upp aldur borð á fljótaskipum og hefðu verið á ferðalagi ýmist upp eftir eða niður eftir Han ánni alla sín ævi. Þeir þekktu hvern einasta ræningjaforing í Handalum og þeim var heldur ekki skotaskuld úr því að komast að samningu við einn þeirra fyrir okkar hönd. Hann hét að lána okkur nokkra góða fylgdarmenn gegn 400 króna þóknun. Sögðu þeir það vera lága tryggingu á jafn dýrum farmi. Við gátum ekki borð á móti því en var þeim treystandi. Það gott að vera í sátt við Guð og lifa í samfélagi við hann þegar úrræðum mannana ekki treystandi. Og við höfum oft þurft á því að halda á ferðalögum í Kína að fela okkur honum algjörlega og segja í fullri alvöru: á einum Guði allt mitt traust, ég engu skal því kvíða. Næstu 10 daga vorum við svo í samfylgd með ræningjum. 2 velvopnaði menn voru borð í hverjum báti. Ræningjarnir héldu kyrru fyrir á daginn, sváfu þá eða reyktu ópíum, sátu átveislur og svölluðu, en með kvöldunu byrjuðu ránsferðir þeirra og stóðu yfir til morguns. Daginn sem við losnuðum við þessa óskemmtilegu fylgdarmenn byrjaði okkur svo vel að betur munaði áleiðis en undanfarna 6 daga samtals. Næsta dag lágum við fyrir Akkeri. Var þá norðan hvassviðri og kamald. Við tróðum yfirhöfnum, sjölum og sokkum í rifur á þaki og veggjum og sátum svo í myrkri og skulfum okkur til hita. Næstu daga fórum við að mæta hermönnum og réðum af því að stríðinu myndi vera lokið í Húnan. En liðflutningur byrjaður suður á bóginn. Þar kom að öll skip á upp eftir leið voru stöðvuð og tekin til herflutninga niður ána. Við lentum í mikilli skipaþvögu og urðum að bíða örlaga okkar. Mundu nú skipin verða tekin af okkur líka. Á einni nóttu hlóðu hermennirnir á annað 100 skipa, var þá háaða samt mjög, óp og köll og svo að engum var svefnsamt. Morguninn voru öll skipin horfin. Hermennirnir höfðu tekið þau öll með áhöfnunum, en mörg þúsund stykki vörusendinga lá eftir á árbökkunum á rúi og strúi. Eitt þessara skipa var mér kunnugt að það hefði verið beðið eftir farmi í Hang-Ká í 6 vikur. Á upp eftir leiðina hafði formaðurinn sætt afar kostum, en var þá komið þetta langt áleiðis eftir 3 vikna slit og strit, en hér varð hann að skilja farmin eftir í mestu óreiðu og fara með heilan farm af hermönnum allaleið til Hang-Ká og fá svo ekki svo mikið sem fæði fyrir ómækið. Sömu sögu höfðu mörg hinna skipana að segja. Hermennirnir létu okkur í friði og sýndu okkur mikla kurteisi. Seinna mættum við slangri af hermönnum, miklu ver siðaðri.
Þeir voru þreytulegir og illa til fara. Við okkur voru þeir mjög nærgöngulir, enda voru ekki önnur skip eftir en okkar. Eftir mikla fortölur gáfu þeir okkur faraleyfi. Rúmur viku fyrir jól lögðu skipin okkar að í Lahokó, en þaðan er ekki nema 60 km landveg til kristniboðsstöðvar okkar í Tjangsjá. Við kvöddum vin okkar, formennina og skipshafnir þeirra með mestu virtum og borguðu þeim betur en umsami var. Þeir hefðu reynst okkur vel, þeir voru eins og Kínverjar eru yfirleitt, eljusamir, þrautsegir, glaðlindir og liprir, svo að betri félaga og samverkamenn er ekki hægt að kjósa sér. Þegar lengi þráðu takmarki náð, gleymis manni fljótt erfiðið og hætturnar sem að baki eru, þó dróð það úr gleði okkar þegar okkur var sagt að í þorpunum rétt fyrir utan bæinn væri mikið ræningja. Kvöldi var okkur sýndur afkimi sem gott var að fela sig í ef skeið kynni að þeir gerðu árás nóttin á Lahokó. Þessar miklu óerðir komu okkur ekki á óvart. Við höfðum verið á þessum slóðum áður í 6 ár samfleitt. Við lifum eins og Kínverjar sjálfir í voninni betri tíma. Þeir sem þekkja sögu þjóðarinnar vita að þetta verður ekki alltaf svona. Það er eðlilegt að hjá jafn stóru þjóðfélagi séu allar breytingar erfiðar, hættulegar og hægfara. Ekki eru nema 27 ár liðin síðan ráðist var í að koma lýðveldi á hjá þessari miklu þjóð. Það er óefað mesta stórræði síðari tíma að heimsstyrjöldin undanskilinni og mun taka langan tíma enn áður en því verður komið fyllilega í framkvæmd.